ef við skoðum aðeins vegna þess að úrvalsvísitalinn við farið 5% niður frá áramótum og ef við skoðum núna bara eins og Brim síldarvinnsluna og við sjáum að Brim hefur lækkað, við sjáum það beint þarna, við sjáum það 5%, Ísfélag 5%, og síðan eftir með síldarvinnsluna, við sjáum að línan mjög svipuð hjá öllum þessum fyrirtækjum. Brim mikinn uppsjávarfisk á Eskifirði, Vopnafirði, þar mikið að gerast. Nú Ísfélagið auðvitað í Vestmannaeyjum og reyndar fyrir norðan, Ísfélagið hét Ísfélag Vestmannaeyja áður, en eftir að Þormóður Rammi kom þar inn þá heitir það Ísfélagið og svo sjáum við auðvitað síldarvinnslan sem búið að með mjög miklar fjárfestingar og hafa verið mjög duglegir í uppsjávarfiski, til dæmis kolmuna, að þá sjáum við það að það engin loðna 2 ár í röð og það hefur auðvitað áhrif á þessi gengi þessara fyrirtækja, gengi bréfa í þessum fyrirtækjum, en enga síður þá núna ráðist á þessi fyrirtæki og það bara sagt það nóg til og svo dirfast menn að koma með eitthvað að það hefur verið reynt að búa til ákveðna sátt upp þetta kerfi til margra ára, að það sé verið að leiðrétta eitthvað aftur á bak. Það bara sér kapitali. Það ósvífni. Spuna orðræða, það leint að fyndi að það kemur frá fólkinu sem að barðist hvað harðast gagnvart leiðréttingunni á sínu tíma sem var að færa fólki sem átti verðtryggð húsnæðislán yfir eitthvað árabil. Jafna á við þá sem höfðu verið með gengisbundalán, gengistryggð lán sem að Hæstiréttur skar úr snörunni. Nú talaði hæst sem að áður mótmæltu þessari orðræðu. Já, nú heitir þetta leiðrétting. Já, nú heitir þetta leiðrétting.